Á ég biðja borgarfulltrúa Kjartan Magnússon hefur hvatt sér hljóðs og ætlar væntanlega gera grein fyrir bókunum. Og gott að fá allar bókanir sendar sem fyrst. Já, forseti góði borgarfulltrúar. Ég kynni hér með bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna tillögu okkar foreldrasamráð fyrir á fundinum og hún hljóðar svo: Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins harma andstöðu borgarfulltrúa Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna við tillögur Sjálfstæðisflokksins virkt foreldrasamráð við ráðningu skólastjóra. Slíkt samráð hefur gefist vel víða erlendis og haft til fyrirmyndar framsækið skólastarf og gott foreldrasamstarf. Fulltrúar vinstri meirihlutans tala jafnan fjálglega opnari stjórnsýslu og aukna aðkomu borgarbúa að ákvörðunum en treysta sér ekki til að samþykkja tillögur Sjálfstæðisflokksins að auka aðkomu foreldra að skólamálum samkvæmt aðferðum sem eru þrautreyndar erlendis og hafa gefið góða raun. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gera alvarlega athugasemd við stjórn fundarins. Teljum við að forseta hafi borið að koma til móts við ósk að tillaga Sjálfstæðisflokksins kæmi til atkvæða, enda var tillaga borgarstjórnarmeirihlutans í raun ný tillaga en ekki breytingartillaga á tillögu Sjálfstæðisflokksins samþykktum samþykktum skóla- og frístundaráð. Ekkert því til fyrirstöðu að samþykkja báðar tillögurnar enda útilokar hvorug hinna óbreytta. Tillaga meirihlutans stofnun starfshóps foreldrasamstarf góð í sjálfu sér en með því að leggja hana fram í þeim tilgangi að fella tillögu Sjálfstæðisflokksins breytingar á samþykktum skóla- og frístundaráð var fulltrúum flokksins gert ókleift að styðja hana. Ljóst að tilgangurinn með svonefndri breytingartillögu Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna var að fella tillögu Sjálfstæðisflokksins virt samráð við foreldrafélög vegna ráðningar skólastjóra, þó án þess að taka beina afstöðu gegn tillögunni, heldur með breytingartillögu sem ekki verið séð að sé í samræmi við fundarsköp. Og svo það bókun vegna nýlendureits. Hún hljóðar svo: Við hörmum að borgarfulltrúar Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna skuli fella tillögu Sjálfstæðisflokksins endurskoðun á staðsetningu nýbyggingar rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar á nýlendureit. Markmið tillögunnar að ná sátt bygginguna en fjölmargar athugasemdir hafa komið fram frá íbúum í nærliggjandi hverfum stærð hennar, hæð og arkitektúr. Borgarstjórnarmeirihlutin hefur ítrekað hafnað því að halda íbúafund málið og segir það meira en mörg orð afstöðu hans til íbúasamráðs. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að gera grein fyrir bókunum undir 3. og 4. lið á útsendri dagskrá. Er von á fleiri bókunum frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins? Já, Halldór Halldórsson kemur hér og gerir grein fyrir einhverju. Já, forseti og góði borgarfulltrúi, ég hef sendt þessar 2 bókanir á borgarritara. Það svo fyrri varðandi fundagerð frá borgarráðs á 9. apríl 14. liður, Laugavegur 120, þar sem við greiddum atkvæði gegn breytingu á deiliskipulagi. Í eldri deiliskipulagsáætlunum gert ráð fyrir 1000 fermetra bílakjallara undir þeim hluta lóðarinnar Laugavegi 120 sem enn óbyggður. Nú lagt til að bílakjallarinn verði felldur niður byggingamagn ofanjarðar aukið þriðjung. Einungis gert ráð fyrir 17 bílastæðum á lóð 7000 fermetra hótel sem þarna mun rísa. 30 bílastæði sem nú á lóð Laugavegar 120 felld niður en auk þess stendur til að fella niður aðliggjandi 25 bílastæði á borgarlandi við Hlemm. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks telja ekki að fella niður kröfu bílakjallar undir nýbyggingu á lóð Laugavegar 120 enda verða að taka tillit til alvarlegs skorts á bílastæðum á svæðinu. Með nýju aðalskipulagi stemt að því að fækka bílastæðum í borgin án tillits til aðstæðna og hefur sú stefnu og víðaskapa veruleg vandræði og óhagræði fyrir íbúa og aðra hagsmunaaðila. Svo þessi sama fundagerð borgarráðs undir 17. og 18. lið, eða bara undir 18. lið, það ekki hægt að hafa þetta undir báðum liðum, að þá borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá í afgreiðslu tillögum auglýsingu eftir samstarfsaðilum og vegna úthlutunar lóða í Vesturbugt. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja áherslu á að ekki verða óþarfa tafir í því mikilvæga máli að byggja íbúðarhúsnæði í Reykjavík og sitja því hjá. Tillögur Reykjavíkurhús hafa breyst í rétta átt að mati borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins þannig að meira verður leitað til einkaaðila á markaði en áður voru tillögur Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu til í borgarráði að tillaga úthlutun lóða fengi umfjöllun í umhverfis- og skipulagsráði áður en væri endanlega samþykkt. Það var ekki samþykkt af meirihluta borgarráðs. Til þess ætti þó að vinnast nægur tími því sérstakur starfshópur á að vinna frekari útfærslu á tillögum úthlutun lóðanna áður en að úthlutun verður. Þessu lokið.
Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið við að gera grein fyrir bókunum. Borgarfulltrúar meirihlutans mættu vel gera grein fyrir bókunum líka. Skúli Helgason, borgarfulltrúi til dæmis. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, ég er með hér 2 bókanir, önnur við fyrsta lið móðurmálskennslu. Borgarfulltrúar Samfylkingar, Bjartra framtíðar, Vinstri grænna og Pírata þakka starfshópi móðurmálskennslu barna með annað móðurmál en íslensku fyrir vandaðar og raunhæfar tillögur eflingu móðurmálskennslu, áherslu á virkt tvítingi, markvisst foreldrasamstarf og fræðslu fyrir kennara í leikskólum og grunnskólum. Meirihlutinn fagnar sérstaklega ákvörðun skóla- og frístundaráðs að hrinda strax í framkvæmd tilraunaverkefni í haust með ráðningu 2 tvítyngdra grunnskólakennara sem kenni móðurmáli en verði nemendur jafnframt stuðningur í íslensku námi þeirra. Hin bókunin er lið 3 í dagskráni, aukið samráð við foreldra og skólastjóraráðningar. Borgarfulltrúar Samfylkingar, Bjartra framtíðar, Vinstri grænna og Pírata lýsa yfir ánægju með þá ákvörðun skóla- og frístundaráðs að ráðningar skólastjórnenda verði í framtíðinni á forræði fagsviðsins en ekki kjörinna fulltrúa til að hafi sig yfir vafa að faglegt samanburðarmat á hæfni umsækjanda en ekki pólitísk sjónarmið ráði för við ráðningarnar. Það er í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga og ábendingar úttektarnefndar stjórnsýslu borgarinnar. Meirihlutinn undirstrikar með breytingartillögu sinni foreldrasamráð þá stefnu að auka aðkomu foreldra að meiri háttar ákvörðunum og verkefnum í skólum borgarinnar, jafnt leikskólum sem grunnskólum. Mikilvægt er að skýra og skerpa á hlutverkum foreldraráða, skólaráða og foreldrafélaga í þeirri vinnu sem framundan er. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur gert grein fyrir 2 bókunum fyrir hönd meirihlutans. Borgarfulltrúar Framsóknar og Flugvallavina hafa ekki látið. Það var búið að senda 2 bókanir. Þetta er alveg að verða búið, kæru borgarfulltrúar, við skulum halda ró okkar. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir er sumsé næst á mælendaskrá eða mun gera grein fyrir bókun. Það er fyrst bókun þannig lið 1. Framsókn og Flugvallavini leggja mikla áherslu á jafnræði allra barna til náms og þá skiptir ekki máli hvort er að ræða börn sem íslensku sem móðurmál eða eru með annað móðurmál en íslensku. Nauðsynlegt er að styrkja móðurmálsmálvitund og málþroska barna erlendum uppruna samhliða því efla íslenska málvitund þeirra læsi. Framsókn og Flugvallavinir vilja ennfremur leggja áherslu á að veitt verði fjármagn til íslenskukennslu íslenskra barna sem hafa dvalið í lengri eða skemmri tíma erlendis og standa þau ekki jafnheldur sínu hvað varðar íslenska málvitund og færni málnotkun. Síðan er bókun undir lið 2. Framsókn og Flugvallavinir undrast að Samfylkingin Björt framtíð, Vinstri grænir og Píratar skuli ekki styðja jafnréttistillögu stofnun starfshóps til þess að finna leið til þess að auka hlutverk karlkynskennara í borginni þar sem markmið tillögunnar fyrst og síðast að auka jafnréttisvitund barna og þau hafi sem fyrirmyndir uppalendur og fræðendur á báðum kynjum. Í dag eru 82% kennara stöðugilda hjá Reykjavíkurborg skipuð konum en 80% körlum. Jafnréttisvitund næst ekki aðeins með kennslu og fræðslu heldur einnig góðum fordæmum og fyrirmyndum og þar byrjum við heima við og í skólunum þar sem börnum dvelja meirihluta dagsins og ársins. Við vonum þó að málsmeðferðartillaga sú sem samþykkt var leiði til úrbóta og aðgerða en svo virðist sem markmiðið með málsmeðferðartillögunni hafi verið að fella tillögu XB eingöngu til þess að eigna sér tillöguna með breyttu orðalagi og því gátum við ekki samþykkt málsmeðferðartillöguna. Síðan er það þá undir lið 9
Þetta er rauninni sameiginleg bókun undir lið þarna 17 og 18. Já, 1718 eins og Sjálfstæðisflokkur. Í skýrslu starfshópsins Reykjavíkurhússins kemur fram að svo nálgun sem lagt var upp með gengur ekki og því hafi hópurinn skilgreint 5 ólíkar leiðir að útfærslu Reykjavíkurhúsa. 3 þeirra ganga ekki upp en 2 gætu gengið upp en þá eftir að útfæra þær hugmyndir. Ekki hefur verið tekin ákvörðun það hvaða leið skuli fara eins og ákvörðun hefur ekki enn verið tekin útfærsluna. Því verið að byrja enda eins og svo oft áður. Mikilvægt að klára vinnan fyrir fyrst en þar sem málið ennþá óljóst situm við hjá og bara bæti við svo það skýrist við úthlutun lóða og auglýsingu eftir samstarfsaðilum. Þetta er bætti við hérna. Já. Guðmundsdóttir hefur lokið við að gera grein fyrir bókunum Framsóknar og flugvallarvinna, þá á Halldór Auðar Svansson eftir að gera grein fyrir einni bókun borgarfulltrúa meirihlutans. Forseti og borgarfulltrúar, ég geri grein fyrir gagnbókun vegna annars liðar á dagskrá. Hún er svohljóðandi. Borgarfulltrúar Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata telja brýnt að brjóta upp staðalmyndir kynhlutverk, stuðla að auknu frelsi til náms og starfsvals og þannig jafnara í þátttöku kynjanna á vinnumarkaði. Vandinn er þó stærri og viðameiri en svo að lausnin felist í því að fara í átaksverkefni í þágu einnar starfsstéttar og því er eðlilegt að fela mannréttindaráði að fjalla málið í víðara samhengi. Ekki er ætlun meirihlutans að eigna sér þá tillögu sem fulltrúar Framsóknar og flugvallarvinna lögðu fram, enda er uppruni hennar mjög greinilegur í gögnum fundarins. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið við að gera grein fyrir bókun meirihlutans. Þá hafa allar bókanir verið lagðar fram og lesnar upp. Ekki liggur fleira fyrir þessum fundi og er tímabært að slíta honum klukkan 21:13.